Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöður gjaldmiðlaskýrslu hvorki sanngjarna né réttmæta. Stjórnarandstaðan hélt áfram að gagnrýna ráðherrann á þingi í dag. Mette-Marit, krónprinsessa Noregs, er alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Læknir prinsessunnar segir enga lækningu við sjúkdómnum. Öryggi sjómanna var í brennidepli á björgunaræfingu Slysavarnaskóla sjómanna í Reykjavíkurhöfn í dag. Síðustu 20 ár hefur að meðaltali 1 sjómaður farist á ári. Sérkennari á Akureyri notar hesta til þess að hjálpa börnum að finna styrkleika sína og öðlast trú á eigin getu. Bara nærverum við hesta og tengslin, það fær fólk til þess að ná sér svona niður. Gott kvöld. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál. Ný skýrsla valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum var rædd á Alþingi í dag. Fjármálaráðuneytið hefur verið harðlega gagnrýnt, einkum fyrir fullyrðingu að kostnaður við íslensku krónuna sé að jafnaði meiri en ábatinn. Fjármálaráðherra er ósammála þeirri gagnrýni, enda hafi 5 megin niðurstöður skýrslunar verið dregnar fram. Hér sjáum við síðan Þar í heildina nefnd 5 atriði, 3 sem renna stoðum undir upptöku evru og 2 sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðil. Ég á því erfitt með að fallast á að gagnrýnin sé réttmæt og sanngjörn. Það var Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, sem fór fram á umræðuna og hann hrósaði ráðherra fyrir heiðarlegri framsetningu en í umræddri fréttatilkynningu. Hann og fleiri stjórnarandstæðingar sem tóku til máls héldu þó áfram að gagnrýna framsetninguna. Ríkisstjórnin gerir mikið með það að það þurfa að draga úr upplýsingaóreiðu en er síðan einhvers veginn í fararbroddi hvað upplýsingaóreiðu varðar í mörgu tilliti. Undanþágu heimildir Seðlabankans vegna fasteignakaupa enn lítið þrátt fyrir að hún hafi verið tvöfölduð í fyrra. Bankar og lífeyrissjóðir nýta 50 heimildarinnar. Eftir að Hæstiréttur úrskurðaði í október að breytilegir vextir Íslandsbanka og óverðtryggð lán væru ólögmætir skapaðist mikil óvissa á fasteignamarkaði og stóru bankarnir 3 gerðu allir hlé á lánveitingum annaðhvort að hluta eða alveg. Til að bregðast við ástandinu gerði Seðlabankinn 2 breytingar á reglum fasteignalán. Annars vegar að hækka hámarksveðsetningarhlutfall fyrstu kaupenda úr 85% í 95%. Hins vegar var bönkunum og lífeyrissjóðum gefið auka svigrúm til að veita lán umfram hámarksgreiðslubyrði. Undanþáguheimildin fór úr 5% allra veittra fasteignalána upp í 10 og var því tvöfölduð. En lánveitendur hafa ekki nýtt sér aukið svigrúm til að veita undanþágur. Breytingin tók gildi í lok október í fyrra. Þrátt fyrir tvöföldun undanþáguheimildarinnar, sem grái liturinn á grafinu, sést að heimildin lítið nýtt. Á síðasta ársfjórðungi 2025 má sjá að meðaltal bankana langt undir hámarksþaki Seðlabankans, þar sem 1,95% eru nýtt. Lífeyrissjóðir eru í 2,15%. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs það sama uppi á teningnum. Bankarnir hækka örlítið upp í 2,23% og lífeyrissjóðirnir í 2,55% en þakið 10% af heildarfjárhæð veittra fasteignalána. Hvað heldur þú að skýri þetta? Það náttúrulega mikil áhætta sem felst í því að taka lán með greiðslubyrði yfir 35-40% af ráðstöfunartekjum. Það getur bara verið að fáir sækja vegna þessa eða bankarnir sjálfur telji lánveitingarnar áhættu meiri en þeir vilja standa í. Heldur fólk sem meðvitað að þetta sé samt möguleiki? Nei, ég hugsa að það séu margir sem eru ekki meðvitaður að þetta sé möguleiki.
Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði í viðtali á miðvikudag að fólk sem til að mynda hefði greitt háa leigu og gæti sýnt fram á það, ætti möguleika á að fá slíka undanþágu. Þá þyrfti það hreinlega að vita af því að þó það fái upphaflega höfnun frá lánveitanda sé hægt að fá slíkar undanþágur. Jónas Atli Gunnarsson, yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Það nokkuð skýrt að bankarnir og lífeyrissjóðirnir eru ekki að nýta þessar heimildir sem þeir hafa. Jafnvel þó hún hafi verið tvöfölduð. Hvernig horfir þetta við ykkur? Sko, það sem einkennir fasteignamarkaðinn akkurat núna er að eftirspurn er haldið handvirkt niðri af bæði háum vöxtum og líka með þessum lánþegaskilyrðum. Og þessi undanþága, hún var rýmkuð til þess að reyna að glæða lífi í markaðinn, svo að hún sé ekki full nýtt þýðir þá bara að markaðurinn er aðeins kaldari en Seðlabankinn hefði á kosið. Og það er náttúrulega áhyggjuefni. Hvers vegna heldur það sé ekki verið að nýta þessa heimild? Það er erfitt að segja og varaseðlabankastjóri kom með nokkra góða punkta þarna áðan. Þetta geta verið áhættufælni hjá bönkum eða að kaupendur treyst sér ekki í það. Við AMS teljum hins vegar að undirliggjandi eftirspurn sé töluverð, þannig að það sé mögulegt að fullnýta þessar heimildir. En mögulega eru kaupendur bara ekki nógu meðvitaðir þetta, eða þá að bankarnir hafi ekki staðið sér nú vel í að miðla þessum upplýsingum til kaupenda. Eftir þessu óvissu sem hefur verið á húsnæðismarkaði, þá var þetta einn af þessum reglubreytingum. Dugir þetta til eða þyrfti Seðlabankinn að stíga fastar inn í? Seðlabankinn þarf náttúrulega að fylgjast náið með fasteignamarkaðnum og hann hefur svo sem gert það í öllum sínum ákvörðunum, hvort sem það eru vextir eða lánþegaskilyrði, og hann þarf að halda áfram að gera það í sinni peningastefnu og þegar hann heldur áfram að ákvarða sína vexti í framtíðinni. Hvað þessi lánþegaskilyrði varðar, þá þætti mér eðlilega að sjá þessi úrræði full nýtt fyrst áður en að fara að aðhafast eitthvað frekar í einhverjum frekari reglubreytingum. En til að fá svona meira jafnvægi á húsnæðismarkaðinn, er eitthvað annað í stöðunni heldur en að ná niður verðbólgu og vöxtum? Sko, lausnin á húsnæðismarkaðnum felst bara í því að kaupendur og seljendur nái saman. Það getur, eins og segir, náðst með því að vextir og verðbólga minnki, en ef það gerist ekki, þá þarf eitthvað annað að gefa eftir, hvort sem það er húsnæðisverð eða eitthvað annað, og það er bara eina leiðin. Jónas Atli, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Heilsu Mette-Marit, krónprinsessu Noregs, hefur hrakað síðustu mánuði. Hún er orðin alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista eftir lungnaígræðslu. Mette-Marit er með lungnatrefjun sem hún greindist með fyrir 8 árum. Sjúkdómurinn veldur því að erfitt er að fá nægilegt súrefni. Heilsu hennar hefur hrakað að undanförnu og hún hefur sést með lítinn súrefniskút á viðburðum. Í gær sást til hennar yfirgefa ríkissjúkrahúsið og í morgun var efnt til blaðamannafundar á sjúkrahúsinu. Det finns mediciner som kan bremse utviklingen av dette arrvevet, men det finns ingen mediciner som faktisk kan snu det. Og dette kan være en dødelig sykdom. Det eneste som til slutt kan helbrede fibrosen, det er en lungetransplantasjon. Þumalputtareglan fyrir ígræðslu er svo að sjúklingurinn sé svo veikur að ástæða sé til að ætla að hann eigi aðeins 1 ár eftir ólifað. Að sama skapi þarf hann að vera nógu heilbrigður til að þola aðgerðina og eiga góðar lífshorfur eftir hana. 8 manns eru á biðlista eftir lungnaígræðslu í Noregi en 30 manns fá ný lungu þar í landi á ári. Prinsessan fær ekki forgang. Norska hirðin segist ekki ætla að veita frekari upplýsingar heilsufar krónprinsessunar fyrir en eftir aðgerðina. Norðmenn vona hún komist fljótt að. Jeg tenker det utrolig trist. Det må jo være en utrolig vanskelig situasjon for hele familien. Ja, samme her. Jeg vil ikke tenke meg hva familien gjennomgår akkurat nå. Det er veldig tragisk. Det synes jeg er veldig trist og burde ikke ha skjedd, fordi hun er jo veldig snill og omtenksom. Så det var litt urettferdig at dette her skjedde med henne. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands segir að áfram þurfi að rannsaka mengun sem fannst undir starfsstöð Olís á Akranesi við skipti á olíutöngum. Framkvæmdin var unnin í samráði við Heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Í fyrstu var talið að svæðið væri hreint þar sem engin olíumengun var undir eldri tönkunum. 9 tankarnir, þeir eru stærri og liggja dýpra en þeir gömlu,
Þannig að þegar verktakinn fer að grafa fyrir þeim nýju, að þá kemur hann niður á svona olíupitt þar sem að þessi tankar lágu hérna. Í heildina voru 35 fullir vörubílar af jarðvegi fjarlægðir af lóðinni. Olís ætlar að mynda undirliggjandi olíulagnir á næstu dögum til að athuga hvort lekinn hafi borist úr þeim. Ef leki í lögnum nauðsynlegt að grafa lengra í átt að starfsstöðinni og þá hugsanlega fjarlægja hana. Ef engin leki reynist nægilegt að hreinsa svæðið með þekktri aðferð þar sem jarðvegur loftaður. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands tók einnig sýni úr jarðveginum sem sent verður til Svíþjóðar og tekur hálfan mánuð að fá niðurstöður. En það sem við erum að gera hérna núna, það þá í rauninni að ganga úr skugga hversu mengaður jarðvegurinn sem hérna eftir. Þannig við ætlum að taka hérna nokkur sýni í poka. Við erum hérna með leirlagið hérna fyrir neðan, þar sem olían hún situr ofan á því og svo bara tek ég þá hérna lítið sýni. Það þarf að vera óskaplega lítið til að þeir geti mælt þetta. Hvað verið að fyrirbyggja með þessari sýnatöku? Í rauninni bara verið að safna þá sögulegra gagna. Erum við búin að ná fyrir mengunin á þessum stað eða mengun ennþá og þá hversu mikil í hvað styrk hún á hverjum stað? Það var mikið að vera við Reykjavíkurhöfn í dag á æfingu Slysavarnaskóla sjómanna og Landhelgisgæslunnar. Markmiðið var að vekja athygli á öryggi sjómanna. Við fórum á æfingu með Slysavarnaskóla sjómanna og æfingin snerist að fara út og láta bjarga sér borð í þyrlu. Hluta af hópnum fór í sjóinn, hluta af hópnum fór í gúmmíbjörgunarbát og hluta af hópnum var borð í skipinu sem við erum borð í. Og þetta æfing sem síðasti dagur 5 daga námskeið hjá Slysavarnaskólanum og bara frábært að sjá alla þessa ungu krakka sem að taka þátt í þessu. Tilgangurinn með æfingunni að varpa ljósi á þær kröfur sem gerðar eru til sjómanna hér á landi og þann mikla árangur sem hefur náðst í fækkun sjóslysa síðustu áratugi. Og tímasetningin var engin tilviljun því sjómannadagurinn á sunnudag. Meðal gesta var Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sem skellti sér í flotbjörgunarbúning og fékk hraðkennslu í hvernig á að bera sig að, fallimaður útbyrðis. Við hoppum úti, búm, 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 tengjum okkur saman og við læðum okkur í burtu. Ég að fara svona námskeið áður, ég með 30 tonnin en ég hef aldrei farið svona langt út á haf og verið hent í sjóinn og svo kemur þyrla að ná í mig. En þetta bara sýnir bara hrósa fagmennskunni sem búin að vera hérna, sem búin að verða vitna í dag. Og ég get bara sagt fyrir mig að við getum verið virkilega stolt af þessi þjóð, Íslendingar, hver árangur okkar varðandi öryggi sjómanna. Hvaða máli skiptir það að hafa svona dag? Skiptir gríðarlega miklu máli og sjómennirnir fá mikið út úr þessu, björgunarsveitirnir fá mikið út úr þessu, Landhelgisgæslan fá mikið út úr þessu, þannig að þetta mjög flott samstarf sem á sér stað á svona degi. Verkefninu aldrei lokið. Þetta verkefni sem svo gríðarlega mikilvægt og við erum aldrei fullnum á. Tekist hefur að fækka mjög slysum á sjó með aukinni tækni, fræðslu og þjálfun. Á fyrri hluta síðustu aldar og fram til 1975 fórust að meðaltali 48 sjómenn á ári. Síðustu 20 ár hefur meðaltalið lækkað niður í 1 dauðsfall en 9 ár þaraf urðu engin banaslys á sjó. Forstjóri Samgöngustofu segir ekkert eitt skýra þennan góða árangur, þetta sé samspil fjölda þátta. Auðvitað eru skipin orðin betur búin, það betri búnaður borð í skipunum, þjálfun sjómanna bæði, öryggisþjálfun sem eins og hér, nám sjómanna og annað slíkt. Það auðvitað regluverkið, það allt annað regluverk heldur en var áður og skipin og menntun allt önnur heldur en var. Og þannig að það ekkert eitt sem skýrir svona, en eins og segir að fara úr einhverjum tæplega 50 á ári og það þótti bara sá tollur sem hafi tók yfir í að vera með 1 meðaltali og á síðustu 20 árum 9 ár þar sem enginn hefur farist á sjó sem náttúrulega frábært. En hvert mannslíf náttúrulega hvert banaslys einu of mikið. Ísland í sterkri samningsstöðu gagnvart Evrópusambandinu fari svo að aðildarviðræður haldi áfram, segir utanríkisráðherra Austurríkis. Hún telur betra fyrir lönd að vera með sæti við borðið heldur en fyrir utan sambandið.
Utanríkisráðherrarnir 2 hittust í utanríkisráðuneytinu í dag og ræddu meðal annars tvíhliða samband Íslands og Austurríkis, norðurslóðir og innrásarstríðið í Úkraínu. Evrópumálin bar einnig á góma. Utanríkisráðherra Austurríkis segir þjóðirnar 2 ólíkar en eigi margt sameiginlegt. Austurríki gekk í Evrópusambandið 1995. Hún segir mikinn mun á því að vera hluti af EES eða í Evrópusambandinu. You have a seat at the table. You can decide on the rules that you have to abide now. So this is something that I would clearly prefer to have a say in something that is so important. Hún segir stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu sterka þrátt fyrir smæð. You are in a strong position right now because the European Union, the Commission, and also the member states understand right now that enlargement is the most powerful and important geostrategic tool. Í breyttum heimi dagsins í dag vilji stórveldi koma hagsmunum sínum á framfæri á ýmsan hátt, til dæmis með pólitískum þrýstingi eða hervaldi. And that's why it is geostrategically in the best interest also of the European Union and members and people that you guys maybe renegotiate and then decide on joining. It's a sovereign decision. So you are in a strong position to negotiate. That's my point of view. Undirbúningur fyrir almyrkva á sólu í fullum gangi á Vestfjörðum. Ríkið hefði þurft að koma fyrr að borðinu, segir starfsmaður Vestfjarðastofu. Það rúmið 2 mánuðir í þennan stóra viðburð en 12. ágúst verður almyrkvi á sólu. Hans mun gæta á öllu vestanverðu landinu en ljóst þykir að straumurinn verði vestur á firði. Ég myndi segja að undirbúningu gangi bara nokkuð vel. Náttúruverndarstofnun er með forvarnaraðgerðir fyrir Látrabjarg til dæmis. Það verða fleiri landverðir á svæðinu. Það verða sett upp í svona öryggistálmar, bæta salernisaðstöðu. Það sama gildir að lögreglan verður með aukið viðbragð. Það verður að passa upp á umferðarstýringu út á Látrabjarg við Örleshafnarveg. Þá er einstefna fram að myrkva og einstefna eftir myrkva. Undirbúningur hefur staðið lengi hjá sveitarfélögunum en skemur á vegum ríkisins að sögn Sölva. Ríkið kom svolítið seint inn í þetta, þurftu mikla hvatningu til þess að koma inn í þetta en það hefur verið vinna með svokallum innri samráðshóp núna síðan á byrjun þess árs og það hefur verið kvartað yfir því að það er ekki fjármagn sem hefur komið í ákveðið málefni eins og bara í vegagerðina og það er náttúrulega líka bæta fjarskipti á sumum stöðum. Ferðaþjónustufyrirtæki á Vestfjörðum eru að búa sig undir fjörið þó enginn viti alveg við hverju sé að búast. Við erum náttúrulega að reyna að útbúa okkur hérna í Breiðuvík að taka á móti fólki og ætlum að stakka hérna tjaldsvæði verulega og setja hérna upp salernistæðstöðu. Við vonum bara að þetta fara allt saman vel fram og við náttúrulega vitum hvernig innviðin okkar eru hérna, bæði hvað varðar vegi og annað. Þetta er ekkert að hrópa húrra fyrir en ég hef trú að það komi mikið fjöldi af fólki. Ekki getum við flúið, þannig að við verðum bara að vona það besta. Húðflúrarar halda upp á það helgina að 20 ár eru síðan fyrsta húðflúrhátíðin var haldin. Á 3. tug flúrara sína listi sínar helgina í Gamla bíói. Þeir eru þegar byrjaðir, er ekki svo? Þórdís Arnljótsdóttir. Jú, og þessir húðflúrar hér eru innfluttir. Þeir eru svo farfuglarnir. Nú koma þeir kannski ár eftir ár og sumir búin að koma meir en 10 sinnum allavega. En þeir koma hingað á vegum Reykjavík Inc. og hann Össur Hafþórsson sem er eldri en 2 vetur í bransanum. Hann segir þetta hafa orðið sprenging á þessum 20 árum. Þið munið í gamla daga, það voru kannski sjómenn með húðflúr eða einhverjir sem voru á mótorhjólum og kannski Bubbi Mortens. En nú er þetta allur aldur, konur, kallar og allir. Heyrðu, Ásrún, þú ert bara sallaróleg hérna hjá honum Mike frá Flórida. Hvað er hann að gera við þig? Hann er að gera flúr í svona knotwork sem er mjög mikið sem að vikingarnir voru með og svona. Ekstra íslenskt finnst mér. En þetta er ekki fyrsta skipti? Nei, þetta er ekki fyrsta skipti. Þetta er með hérna heldur? Hér. Fekk þetta út í Nóri fyrir 2 árum. Svo er ég með 2 önnur eftir hann sem ég fekk í fyrra. Þannig að þetta er þinn flúrari? Já, svolítið. Ég kom inn eiginlega bara fyrir hann. En segðu mér eitt, þetta hljómar ógurlega þegar einhver er að plokka svona í húðina á manni. Er þetta vont? Já, ég ætla nú ekkert að ljúga því. En maður venst þessu eftir smá, svo dofnar þetta. En svo er þetta líka bara svolítið partur af upplifuninni, finnst mér.
það er svona stoltið. Þakka þér fyrir þetta, Ásrún, og við vitum að þetta verður algjörlega toppur hjá henni Ásrún og Ástu hjá honum Mike. Takk fyrir þetta, Þórdís Árnadóttir. Sérkennari á Akureyri notar hesta við kennslu við börn sem eiga erfitt með hefðbundið nám. Mikil ánægja er meðal barna og foreldra. Námsúrræðið með tengsl við tauminn hefur verið í gangi hér á Akureyri síðan í janúar. Úrræðið er fyrir börn á aldrinum 12 til 16 ára og hefur gengið vonum framar. Verkefninu er að höfða til barna sem eru með skólaforðun, kvíða og annað sem gerir erfitt fyrir þau að vera inn í hefðbundinni skólastofu. Þannig að þetta er alls konar verkefni sem þau eru að gera sem að hjálpa með öðlast trúeigin í rauninni og hjálpa með að finna að þau geti gert, að þau geti verið með. Hugmyndin að verkefninu kviknaði hjá Diljá þegar hún var ung, sjálf með lesblindu og ADHD. Þá fann hún sig vel í hesthúsi nágranna sinna, fann að hún fékk tilgang og gat gert hlutina rétt. Verkefnið hefur fengið frábærar viðtökur. Það hentar ekki einungis börnum. Þetta hentar í rauninu öllum að koma í svona úrræði. Að þetta fyrir fólk sem er með kvíða, streitu, á erfitt með að slaka á, ADHD, bara nærveru með hesta og tengslinn, það fær fólk til þess að ná sér svona niður. Þannig að þá er spurning að láta þig taka þátt í verkefni. Þá er spurning hvaða hest við tökum í það. Svo er mjög gott að nota röddina. Ef hann ætlar að fara á hratt, að segja þá, við erum raunin ekkert að vinna með bækur. Þetta er allt bara, erum að vinna bara með okkur sjálf. En svo leynist allt þetta litla nám líka í þessu, eins og bara það að vigta hey. Þetta kemur rosalega mikil inn á lykilviðmiðin, eða lykilhæfnina sem er í skólum, en bara frá annarri nálgun. Við förum hérna megin. Nei. Ég bara virkilega vona að þetta sé eitthvað sem er komið til að vera og verði bara áfram og vonandi bara komið upp á fleiri stöðum en bara hér á Akureyri. Magnús Pálsson, myndlistarmaður, var í dag útnefndur listamaður Fjarðabyggðar. Þetta er í fyrsta sinn sem þessi viðurkenning er veitt. Athöfnin var í gamla barnaskólanum á Eskifirði og er hluti af listahátíð Fjarðabyggðar sem hófst á mánudag. Magnús fæddist á Eskifirði 1929 og er einn af helstu áhrifavöldum íslenskrar nútíma myndlistar. Hann var að vonum ánægður með útnefninguna. Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, en það er fjandi gaman sem ég segja það í útvarpið. Í sal gamla barnaskólans hefur opnuð samsýning ólíkra listamanna til heiðurs Magnúsi. Í tilefni þess höfum við sett upp sýningu með ólíkum kynslóðum listamanna sem eru yngri en Magnús til þess að aðeins að velta fyrir okkur í rýminu hér svona arfleið Magnúsar og hvað hann hefur skilað eftir sig. Því að hann hefur verið brautryðjandi í samtímalist á Íslandi. Magnús bjó fyrstu æviárin á Eskifirði en fjölskyldan fluttist úr bænum þegar hann var á 4. aldursári. Mér finnst gaman að koma til Eskifjarðar því að Eskifjörður hefur alltaf lífað fyrir mér eins og það svæði eða það staður sem ég er upprunnin á. Og ég hef alltaf verið Eskfirðingur. Þá að veðri, lægðir suður af landinu beina til okkar suðlægri gólu eða kalda með vætusömu veðri á suðausturlandi. Annar staðar eru líkur á dálitlum skúrum, einkum síðdegis en yfirleitt þurrt á norðaustanverðu landinu. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast norðaustan til. Nánarum veðrið að loknum íþróttum. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta spilaði mikilvægan leik við Úkraínu í Pólandi í dag. Leikurinn skipti miklu máli upp á möguleikana á að komast á HM. Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, er snúin heim úr atvinnumennsku og var kynnt sem leikmaður uppeldisfélagsins Hauka í dag. Og stórstjörnur HM í fótbolta sem hefst í næstu viku birtast í hinum ólíklegustu auglýsingum þessa dagana. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriði frétta.
Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöðu gjaldmiðlaskýrslu hvorki sanngjarna né réttmæta. Stjórnarandstaðan hélt áfram að gagnrýna ráðherrann á þingi í dag. Mette-Marit, krónprinsessa Noregs, alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista fyrir lungnaígræðslu. Læknir prinsessunnar segir enga lækningu við sjúkdómnum. Öryggi sjómanna var í brennidepli á björgunaræfingu Slysavarnaskóla sjómanna í Reykjavíkurhöfn í dag. Síðustu 20 ár hefur að meðaltali 1 sjómaður farist á ári. Sérkennari á Akureyri notar hesta til að hjálpa börnum að finna styrkleika sína og öðlast trú á eigin getu. Bara nærveru með hesta og tengslin, það fær fólk til þess að ná sér svona niður. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rúv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þessum af þessum degi. Njótið helgarinnar, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Bubbi 70 ára. Þjóðinni er boðið í afmælisveislu í beinni útsendingu. Á regnboganstræti. Lögin hans Bubba. Heimildaþættur Bubba Mortens þar sem farið er yfir 15 bestu lögin hans að mati þjóðarinnar. Ástarsaga, Book of Love, rómantísk gamanmynd. Henry Copper er mislukkaður ungur breskur rithöfundur og skáldsagan hans hefur varla selst í heimalandinu. Þegar bókin slær óvænt í gegn í Mexíkó ákveður hann að ferðast þangað og fylgja velgengni hennar eftir. Dularfulla konan, suður-kóríusk spennumynd rannsóknarlögreglumann sem rannsakar dauða manns sem féll fram af kletti. Meðan á rannsókninni stendur kynnist hann dularfullri eiginkonu þess látna og þau þróa með sér flókið samband. Ég held að sé alveg gott ár, 1,5